Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn. Guðmundur B. Hanna úrsmiður með meiru. Hann búinn að vera starfandi í 40 ár eða í bil 1.261.440.000 sekúndur. Þú ert ekki alveg nýr í þessu og ekki svo eini af þinni fjölskyldu. Nei, pabbi var úrsmiður. Hann kenndi síðan bróður mínum og Helga Júl sem átti þessa búð á undan mér. Og svo fór ég í nám hjá bróður mínum sem í Keflavík. Hvernig kviknaði áhuginn bara í gegnum pabba þinn? Ég sagðist aldrei ætla að vera úrsmiður þegar ég var unglingur. En hvað breyttist? Bróðir mér hringdi og spurði hvort ég vildi koma að læra og honum vantaði nema og ég sagði bara já. Bara góður bróðir. Bara huggulega hittum við hann? Já, það var margt skilið, þakkir. Hvað varst að gera þá? Þegar hann, hvenær var þetta? Þá var ég að gera við Ronson kveikjara. Ronson kveikjara? Já. Gera við kveikjara? Já. Það reyktu allir í gamla daga. Hvernig voru Ronson kveikjarar? Já, einn. Það var svona gaskveikjarar. Voru kveikjarar á þeim tíma, eru þeir kannski svolítið líka, þeir voru líka svolítið svona skart eða svona, skart kannski ekki rétt orðið, en svona fólk lagði upp úr því að eiga fína kveikjara, góða fína kveikjara? Já, það voru til að fullt af gerðum og bæði rafmagnskveikjarar með batteri og svo þessir sem eru með, það bara steinn í þessum sem kveikir. Eru ykkur með svona kveikjari í dag ennþá? Það kemur einn og einn tíminn sem veit að ég á smá varahluti eða hef kunnáttu til þess að redda þeim. Og hvenær varstu að gera við þessa kveikjara? Ég byrjaði 14 ára hjá Einari og Skúlasyni á Hverfisgötunni, skrifstofuvélaverslun. Hann var með viðgerðarþjónustu fyrir Ronson umbúðið. Og eftir ég byrjaði hjá honum sumari þegar var femtist þá fór ég að fikta í þessu og svo var ég bara komin á kafi í þetta og gerði við alveg hauga þessu dóti. Þetta er flott að fólk hafi látið gera við þetta sko, við mættum alveg læra af því. Ekki allt núna einnota plastkveikjarar meira og minna? Nei, þeir voru ekki varla konnir á þessum tíma. En það er ekkert allir sem átta sig á því að starfsemi vinnunni sem á sér stað bakvið. Nei. Að þetta er eiginlega, nú ertu með hluti allstaðar af á landinu. Bæði klukkur og úr og alls konar. Það ert þú ekki, er hægt að segja að þú sett hvað stærsti eða eitt svo stærsti úr og klukkaviðgerðarmaður á landinu eða? Ég er sennilega einn af minnstu að því að ég er ekki það hár í loftinu. En ef við reiknum þetta út frá fjölda einingar sem koma inn, það er brjálað að gera hjá þér Það er nóg að gera á bakvið alltaf, sem betur þér. Og jafnvel fólk sem er að koma með úrið sitt í viðgerð hjá öðrum á landinu, það er sent hingað? Já, ég gerum við fyrir 2 verslanir í Reykjavík. Svo hjálpaði bróður mínum með hjá honum klukkur aðalega. Og svo er ég að setja saman fyrir Gilbert úrsmið, J.S. Watts. Þessi flottu sjálftrektu úr sem er íslensk hönnun. Þeir rann ekki eftirspurn sko, komast ekki yfir þetta lengur, þannig að þeir leituðu til mín og já, þótti það bara heiður að fá að vera með í þessu. Í þessu ævintýri? Finnst þér þetta alltaf eitthvað gaman? Já. Ertu aldrei illa fyrir kallaður? Titrandi eitthvað? Nei. Það er eina sem ég geri, ef það er eitthvað leiðilegt, þá klára ég það fyrst, á þetta skemmtilega eftir. Já. Það er svona motto hjá mér. Það er ágætis vinnuregla. Já. Ertu viss að þín klukka sé rétt? Það var alveg nógu rétt. Það er galli við, eða svona svolítið svindl. Ég er alltaf að halda tímanum gangandi. Og ég eldist við það. Já, þú sýndir okkur eina skrúu áðan. Já, þessa litla? Já, ég trúi ekki að sé ekki áskorun að vinna með svona smátt. Hefur einhvern tímann hnerrað yfir þetta og bara, jæja, þá byrjum upp á nýtt. Já, það var fokið bara út á gólf stundu. Og þá var maður bara að fara á gólfi og skriða og leita. Og leita? Já.
En heldur það breytist eitthvað með úr? Kannski hérna út af farsímum og snjallsímum og svoleiðis. Þetta ekki að því eins og við sögum að þetta svo mikið skart, þetta svo falleg hérna? Já, þetta miklu meira skart í þessum úrum, þessum gömlu og venjulegum úrum og þau eins og þessi sko með svona sjálfdræktu verki og þau hafa sál þessi sko. Herðu, já, er þetta bakliðin hérna? Þetta bakliðin sko, þannig að sérðu inn í það sko. Já, sérst. Akkur það svona sjálftrektum? Þykir það flottara? Það ekkert batteri. Já, en þykir það flottara sem sagt? Það miklu fínna sko. Þetta var allt svona í gamla dagar sko. Já, svona sjálftrekt. Já, fínni úrin voru sjálftrekt, svo voru bara trekt sem hún trektur alltaf hverjum sólarhring. Þetta trekkir sér sjálft. Og sérðu hérna. En til hvers það? Já, þetta bara til þess að breyta þá tímanum. Já, tíma og trekja það, þú stoppa. Það gangi út sko. Þetta sem snýst hérna, það trekkir upp úrið. Öll hreyfing handarinnar trekkir úrið sjálf? Trekkja upp úrið sko. Þetta lóð veltur til og trekkir upp fjöðruna sem hérna inn í þessu. Svo getur maður trekt það líka ef maður skilur eftir í svona 35 tíma á þess að nota það og stoppa þau og þá tekur maður bara fram og trekkir upp og svona flott feeling að heyri í þessu. Og svo tikkar það svona svo hjartslátturinn í okkur. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrjar.